Sæl veriði, gleðilegan hvíldardag, gleðilegan Kanadadag til eitthvað sem eru Kanadabúar, sérstaklega. Já, það 1. júlí í dag. Já, hann Kanadamaður, hann fagnar. Við erum að halda áfram í 1. Mósebók, við munum gera það, þangað til að ég læta af störfum í haust. En síðast þegar við vorum, þá vorum við að fara í gennum 1. Mósebók 12. kafla, kall Abrahams, og ég var ekki með neitt upp á glærunum og það gerði svolítið erfitt að segja söguna hvert fólk er að ferðast þegar maður getur ekki séð neitt. Þannig við ætlum aðeins að nota þetta hérna í dag, en ég ætla að byrja að fara í smá leik. Er þið ekki til í leik? Það er enginn sem segir að ég með ekki byrja ræðina að ég verið með smá leik. Þannig við ætlum að fara í leik og ég ætla að sýna ykkur einhverja myndir og þið sem að viti hvað er á myndunum, þið megið rétt upp höndin og segja ég veit hvað þetta er. Er þið til í það? Ég er með 5 myndir. Ja, 3-4 myndir. Ef þið viti hvað þetta er, þá megið endilega segja mér það. Eigum við að prófa hérna. Veit einhver hvað þetta er? 1, 2 og... Ha? Já, hún var hún átti bara rétt upp hönd, sko. Ég ætlaði að sína að fara. Já, ég geti einhver sagt mér hvað þetta er. Rétti bara upp hönd, ekki segja. Þóra vita, já, en þetta hérna. Já, þetta vitaði. Ok, Þóra, hvað var þetta hérna? Þetta var Ísrael, já, og þetta. Þið voru marg sem rétti upp hendi hér. Þetta er... Já, sko, þið eru svo klók. Ég var ekki heimsinsvesti, en ég var langvestur í landafræði í bekknum mínum og mér gekk vel í flestum fögum og var alltaf með 9 og 10, sko, en landafræði, ég skildi ekki neitt. Ég fekk kort á heiminum og ég átti að skrifa bara hvar Danmörk væri, ég vissi það ekki. Vissi ekki hvað voru mörg heimshöf og hvað neitt er að héti, nema kannski Ísland var í Atlantshafi, ég hef búin að heyra það svo oft, af því ég bara náði ekki að tengja nöfn og staði saman, bara einhvern veginn gekk aldrei hjá mér. Sem var mjög erfitt, ég átti foreldra sem að byggja á Akureyri og alltaf að keyra fram og tilbaka og alltaf þurfum að keyra þá sem mamma, hvar erum við núna? Hvað er þetta? Hvað heitir þetta fjall? Í hvað sýslu erum við núna? Og hvert einasta skipti, þá ætti ég að keyrt 100 sinnum, þá vissi ég ekki, ég giskaði bara alltaf á Hrútafjörður. Þannig ég fekk allan einhvern tímann eitthvað rétt. Þessi landsvæði sem við höfum séð hér koma við sögu hjá okkur í dag. Eitt svona, þetta sést á viðvelda. Ég veit hvað þetta svæði er, þetta kemur líka aðeins við. Já, þetta er auðvelt. Hérna höfum við Ísrael og hérna er Sýrland. Þetta er miklu stærra landsvæði en Ísrael. Og þetta er Haran sem hann fer til, er akkurat hér. Þetta kannski lítur auðveldlega út. En hérna byrjar hann í Úr. Ekki bara, nei, ok. Í sögunni Abraham sem við höfum, þá fer hann með stórfjölskyldunni sinni þegar ekkert sagt hvenær og flyst úr til Haran með pappa sínum og þeir setjast þar að. Það er löng ferð, en sagan byrjar á því að þegar hann er þar, þá kemur rödd Guðs til hans og segir, hei, þú ert að halda áfram, þú ert að fara í fyrirheitna landið. Og þar mun ég gefa þér fjölskyldu, og hún mun verða fjölmenn og af þér mun allir blessun hljóta og þetta land mun ég gefa niðjum ykkar. Ég geri þessa mynd hef ég hér með því að þegar ég sýni ykkur kort eins og þetta, þá á ég sjálfur bara erfitt með að skilja það því að ég er lélegur í landafræði. En hérna höfum við Ísland og Noreg og Evrópu og alls konar hérna. Og hérna höfum við Miðjarðarhafið, hérna er Spán og hérna er Ítalía að sparka. Og hér höfum við risastóran Arabíuskaga og Ísrael er einhvers staðar hérna og hérna er Írak. Hérna er það sem hann byrjar. Og sagan að ferðalagi gerist allt einhvers staðar. Hér langt í burtu frá okkur. Það sem í dag var Írak og hann stoppar það sem í dag er Sýría og heldur áfram til Ísrael á ferð sinni. Þannig að við getum séð hana svona cirka hér. Þetta er nokkur margir 100 kílómetrar að ferðast og fer hingað og síðan í sögun í dag fer hann til Egyptalands og heldur síðan aftur heim og síðan að gömlum vana sendir hann þjón sinn hingað aftur til Haran til þess að ná í konu fyrir son sinn síðar í sögunni. En þetta er alltaf að gerast hér, það er svona aðeins gott að leyfa okkur að sjá hvar sögunur okkar er að gerast. En
Það ekki alltaf auðvelt að fylgja kalli Guðs. Þegar Abraham kallaður til þess að fara úr heimalandi sínu á nýjan stað, að fara til land þar sem að afkomendur Hams og Kanans bjuggu, þekkt svona fyrir sína lifnaðarhætti. En Guð búinn að lofa Abraham 2 hlutum áður að hann myndi hljóta. Land fyrir afkomendur sína og hann yrði mikil þjóð sem afkæmi sjálfur lausnarinn. Svo þetta ferðalag sem við sjáum hérna frá Haran til Ísrael, 650 kilometrar yfir í syðri hluta fyrirheimlandsins, og hann hlýtur að búa í tjöldum því að það fólk sem býr þarna og það bara sagt hann stoppar hér og síðan stoppar hann hér og síðan stoppar hann hér. Hann aldrei að setjast að, ekki sem komið af því að loforðið tekur sinn tíma að vera uppfyllt. Landið mun vera hans en það ekki orðið hans þáttur hann sé komið þangað. Og Abraham, faðir trúarinnar, lærir að treysta Guði og vita að hans tími réttastur. Þar til loforðið verður uppfyllt á hann að þjóna í trú. Þannig að geta ímyndið ykkur, hann fær loforð, farð í landið, ég mun gefa þér það. Og hann fer, en það fólk þarna og hann bara stoppar á milli staða og síðan þegar við komum í söguna í okkur þá meira svo orðin bara nauð í landinu og engin mat að finna. En hann reynir að fylgja í trú. Og við, svona bara aðeins áður við förum í ræðuhluta dagsins, við sem að lifum líka í von annað loforð sem okkur hefur verið gefið, getum lært af Abraham. Hann vissi að loforðið var satt, Abraham. Guð hafði talað við hann og hann trúði loforðinu þó það hefði ekki verið uppfyllt strax. Við sem að væntum komu Krists, vitum ekkert hvenær það verður, en lifum í trú að tími Guðs sé réttastur, getum lært af Abraham að lifa í trú eftir því að loforðið verið uppfyllt. En eins og við sjáum í textunum í dag, þá biðtíminn til þess að vaxa. Ég ætla að ná bara í reikninguna svo ég getum lesið hérna saman. 1. Mósebók 12. kafla. 9. vers til 13. vers. Og Abraham færði sig smám saman til suðurlandsins. Og það var hallæri í landinu. Og þá ákveður Abraham að fara til Egyptalands til þess að dveljast þar hríð. Því að hallæri var mikið í landinu. Og þegar hann var kominn langt á leið til Egyptalands, alveg farin að nálgast það, þá segir hann við Sarai konu sína: Sjá, ég veit að þú ert kona fríð sínum. Og það mun því svo fara að þegar Egyptarnir sjá þig, þá munu þeir segja: Þetta konan hans, og drepa mig, en þig munu þeir láta lífi halda. Svo segðu fyrir hvern mun endilega að þú sett bara systir mín, svo að mér megi líða vel fyrir þína sakir og ég megi halda lífi mínu þín vegna. Loforð land sem síðan bara hungursneyð. Þetta alveg æðislegt fyrir hann örugglega. Hann verður búinn að ferða svona mörg hundruð kílómetra og rífa sig upp í annað skipti. Ég mun gefa þér land, var loforðið, en landið bara ónýtt. Og þú getur eiginlega ekki sest þar að. Þetta svona pínlítið eins og pabbi sem kom heim og sagði við barnið sitt: Ég með nýtt hjól handa þér, vinurinn. Og sonurinn svo spenntur og fer og lítur á það og síðan sér hann bara hjólagrind sem ryðguð og keðjan slitin og sprungið á öðru hjólinu og hitti bara ekki til staðar. Og hann segir: Hei pabbi, þetta nú ekkert nýtt hjól. Jú, þú átt ekkert hjól svona, þetta nýtt hjól fyrir þig, þó það sé ónýtt. Ok, kannski ýkt mynd, en þetta eitthvað tilfinningin sem að Abraham hlýtur að finna þegar hann búinn að ferðast og hann fer í land og það ekkert annað. Þannig að þú þarft að fara áfram yfir í annað heiði land, til hvers varstu þá að rífa upp fjölskylduna þína. Hann þarf að hugsa sitt fólk, sjá fyrir stórum hópa fólki fyrir mat, svo hann flytur sig set, en samt nálægt fyrir landinu. Hann fer ekki eftir tilbaka, hann fer bara svona rétt til Egyptalands. Í ættföður og spámenn, þegar að vera fjallum þetta, það segir Ellen White: Drottin leiði börn sín eftir leiðum
sem að þau þekki ekki. En hann gleymi hvorki útskúfar þeim sem að treysta honum. Þegar hann er að fjalla um Abraham, þegar hann er komið til landsins og það er ekki neitt og hann þarf að halda áfram til Egyptalands. Þetta er náttúrulega raunir sem hann er að fara í gegnum og verið að spenda til þess að kannski er hann bara að fara eitthvað rugl. Kannski er Guð ekkert að kalla hann til nýja fyrirheimlandsins ef það er bara hungursneyðar. Kannski er þessi Guð búin að yfirgefa hann, kannski er hann bara búin að misskilja eitthvað sem að reynir á trúna. En þetta er bara ætlað til þess að leiða nærri Guði sjálfum, til þess að Abraham megi gefa Kristi sína byrðir og öðlast friði, að gefa Guði sínar byrðir og læra að treysta honum. Því að Guð leiði fólk sitt ekkert endilega á stað sem við sjáum fyrir og þekkjum. Því er ekki að við séum gleymd eða við getum ekki treyst honum. Og við sem að lendum kannski í raunum, skulum muna þetta, þráttur í fyrirheit Guðs, þýðir ekkert að leiðin sé auðveld, hún getur verið erfið. Það þýðir ekki að við yfirgefið okkur eða við séum á rangri leið. Oft er ferðalagið sjálft sem að hefur bara umbreytandi áhrif, eins og Abraham átti eftir að koma af stað. En áður en að kemur til Egyptalands, biður hann konu sína að segja, hei, ekkert vera að hafa háttum á sért kona mín. Vertu frekar bara að láta það vita á sért systir mín, því að þú ert gullfalleg og þeir vilja þig og ég er greinilega að hugsa, þetta er kona hans. Og þeir bara munu taka þig, þannig að ég vil bara halda mig til hliðar. Og síðan í 20. kafla kemur svipuð saga fyrir og þá komumst að því, já, þau eru hálf systkin, þau eiga ekki sömu móðir en sama faðir, þannig að þetta er svona hvítlígi, hann er að segja satt, jújú, þau eru systkini, en hann er að skilja út undan hálfan sannleikann að þetta sé eiginkonans. Með því að segja hún sé bara systir hans er hann að gefa skyn á hún sé á lausu og í er að því að hún gæti tekið þessir eiginmann. Og við sjáum hvað verður úr því. 14. vers. Þegar Abraham kom til Egyptalands, sáu Egyptar að konan hans var mjög fríð. Höfðingjar Farao sá hana og þeir létu mikið af henni við Farao. Og konan endaði að vera tekin í hús Faraós. Og Farao gjörði mjög vel við Abraham hennar vegna. Og hann eignaði sauði, naut og asna, þræl og ambáttir, ösnur og úlfalda. Þannig að Farao er mjög rausnalegur við Abraham fyrir að leyfa honum að taka systur hans. En drottinn þjáði Farao hús hans með miklum plágum vegna Sarai, konu Abrams. Og þá kallaði Farao Abram til sín og mælti, af hverju hefurðu gert mér þetta? Af hverju sagði þú mér ekki að hún væri kona þín? Af hverju sagði mér, hún er systir mín, svo ég tók hana mig fyrir konu. En þarna er nú kona þín, takt hana og farðu bara í burtu. Og Farao skipaði svo fyrir Abraham og menn sínir skyldu fylgja honum á braut og konu hans með öllu sem hann átti. Í upphafi, þegar hann kemur til Egyptalands, þá lítur út fyrir að lygin sé góð. Bara blessun lygarinnar. Sarai fagraði tekin inn og Abraham vegna bara vel. Líður ekki vel með að konan hans sé í húsi, en hei, hún er heppin. Hún er ekki tekin bara einhverjum Egypta. Nei, Farao sjálfur vill fá hana sem viðbót í kvennabúri, svo hún er fengin inn til hans og sendi í undirbúning. Og Farao gerir mjög vel til Abraham vegna Söru. Svo Abraham, sjá þetta, Abraham lýgur konuna sína. Og afleiðingin er svo, hann verður bara ríkur. En hann er í kringum óguðlegt fólk og fellur í freistni, ljúga til konu sína til þess að redda sér og kannski lögmæt áhyggja sem hann hafið líf sitt, kannski pínu paranoia, ég veit það ekki. En þetta gengur ekki til frambúðar. Þó að lygin leiði kannski eitthvað gott fyrst, eins og hún gerir oft, við notum oftast lygina til þess að koma ykkur annarkvort úr vandræðum eða í betri aðstöður og hei, þetta er bara góðar afleiðingar, þetta er bara fínt. Hvað myndi gerast ef að Farao síðan kvæntist Söru, þau ætluðu tilbaka? Átti hann ekki að vera ættfaðir Ísrael og hún konan hans? Abraham elskaði örugglega konuna sína en hefði aldrei átt að setja henni í þessar kringumstæður. Hlýtur að óska þess að aldrei yfirgefið Haran eða bara setið út hungursneyðina í Kanaanslandi. En hei, þegar þú byrjar að ljúga, þá er oft erfitt að fara aftur með það, ekki satt. Það gengur oft langt og spinnur síðan í gegnum þessi algjöran lygavef
þangað til þú bara, það engin leið út. Nema bara að segja sannleikann. Og þá sjá það hrynja. Því að Abraham segir, hún systir mín, síðan hún tekin inn og hann fær gott tilbaka hann, já, þetta aldeilis ánægðugt og fara og hugsa, hann örugglega mjög hress með þetta. Og áfram stigmagnast þetta, hann hlýtur blessun af og fara og hann gerir vel að Abraham. Þannig að það byggir svona í kringum þetta algjört, já, bara lygavefur eins og gerist. Þið munið eftir honum, Bill Clinton, Bandaríkjaforseta. Hann var þekktur fyrir að vera svona kvennamaður og ég held að hafa verið vitað að hann var ekkert svona sérstaklega trúr eiginmaður. Og konur höfðu kvartað undan honum sem hafði unnið hjá honum eitthvað svoleiðis og það var einn sem lagði fram ákæru kynferðislega áreitni á vinnustað. Og þá á sama tíma kom blaðagrein út sem sagði að Bill Clinton hefði sofið hjá ungri konu sem var í starfsnámi í Hvíta húsinu og hann sagði bara nei, ekki, ég bara sá ekki til þessari konu. En á sama tíma var önnur kona ákæran og þá var þetta komið inn í dómskerfi og hann var fenginn til þess að tala undir eið og þau voru að reyna að komast að því hvort þetta væri svona einsdæmi að það hefur verið með áreitni eða hvort þetta væri bara svona þekkt hegðun. Svo þess vegna er að spyrja hitt og þetta og heyra þetta blaðagreinina með Monica Lewinsky og segja hei, við heyrðum líka að hefur verið ung kona þarna sem hefur verið í starfsnámi og þú verið með henni. Og hann segir þá undir eiðsvarin, nei, get ekki tekið lygina mínu tilbaka núna, ég er búinn að segja þetta í blöðunum og neitu svo þá verði ég alltaf að halda áfram að neita. Og segir, ég svaf ekki til þessari konu. Mjög fræg setning þegar hann segir þetta. En hann að lokum bara búinn að grafa sig í holu því að það allt sem bendir til þess. Hún búinn að taka þetta upp og símtöl þetta og DNA og blússin hans frá honum, þannig að á lokum þarf hann að taka tilbaka og segja nei, ég laug. Því að lygin, eins og með þetta, hún leiðir alltaf að sér aðra lygi og meiri lygi sem að getur kannski redda mann af og til. Síminn hringi ekki, ég segi sig ekki heima. En það ástæða fyrir því að rita þér og skalt ekki bera ljúgin ekki náungan einum. Af því að það leiðir ekki af sér góða hluti fyrir þig og það ekki, hvað maður að segja, gott fyrir mannárið og réttgang með náunganum að ljúga. Af því að, eins og við sjáum í næsta hluta, lygarnar hafa afleiðingar. Farao endar á því að þegar hann búinn að taka Sörai til sín að allt fer bara í rugl hjá honum. Og Farao vegnar mjög illa allt í einu, svo hann kallar Abraham til sín og segir hei, einhver meginn kemst hann að þessu, að hún sé konan hans, og kallar Abraham til sín. Og þannig að vitnisburður Abraham hlýtur rosalega mikinn hnekk. Abraham átti að vera blessun, en gefur mjög slæman vitnisburð til Farao. Lýgur að honum. Og hús Farao lendir í hremmingum vegna lyga Abrahams. Svo mikið að Farao fyrir að skoða hvað í gangi og einhver meginn kemst hann að hún konans. Svo heifingin sjálfur, Farao, Guð var á þessum tíma að segja farðu frá Haran, farðu frá heiðingjunum og það sem að svona menn sem að trúa marga guði fjölgyðist trúa menn og farðu á nýjan stað. En nú það Farao sjálfur heiðingin notaður til þess að tala Abraham til og benda honum á hvað hann að gera. Til þess að leiða hann til iðrunar eða kalla hann til þess bara ábyrgðar. Það ekki Abraham sem notaður til þess að vitna Guð til Farao. Það ekki Abraham sem að uppfylli boð Guðs, þú skalt vera blessun hvert sem þú ferð. Heldur það Abraham sem núna að læra af Farao að skamma sín, svolítið. Skulum aldrei halda að Guð get ekki nota hvern sem að hvaða trú sem til þess að kenna okkur jafnvel eitthvað. Ekki bara bundið við bólk reikningarinnar. Farao sjálfur fjölgyðistrúarmaðurinn sem átti vill marga góða kosti, hann endar að koma út sem góði gæinn í þessari frásögn. Því að fyrstu skref málamiðlananna, það ganga oft vel. Hún systir mín sagði og allt gekk vel. Hei, þú getur sagt að hann hafi verið blessaður með að segja meðan hann var í Egyptalandi því hann stórjók við sig, búfé sitt og annað slíkt. En þó hann græði þýðir ekki að hann sé í góðum málum eða hann sé blessaður eða hann sé að gera rétta hluti yfir höfuð. Og svo hugmynd sem að gefa svona falshugmynd af
að fagnaðarerindinu að ef að menn fylgi því að þá muni Guð blessa þá í öllum hlutum, sama hvað, sérstaklega fjárhagslega, oft einn rugglaðasta mynd af Guði sem að fyrir minnst. Því að henni líka oft að snúa við þá að segja að menn sem eiga peningar blessaðir af Guði og hljóta því að vera að gera eitthvað rétt, sem að fólk næstum því hugsa, hvort sem það sé tengt trú eða ekki. Hann hlýtur að vera að gera góða hluti, hefur ekki séð hvað hann hefur gengið vel og hann ríkur. Þegar hluti, ekki að sé að nefna neinn sérstakana nafni hérna, en hann ekkert samansemmerki þar að milli. Og hugmyndin það, tengd trúarbröðunum, þegar við sjáum það hér sem dæmi, ekkert sérstaklega góð. En hvernig Faraó kemst að sannleikanum veit ég ekki, en hann sér að Guð með þeim, en í einhvern veginn efast hann hafi eitthvað sérstakann áhuga á þeirra Guði, heldur segir hann bara, hei, ég vil sjá okkur úr landinu mínu. Þú hefur valdið mér bölið með þessu, þau getur bara sagt satt og hefur verið í góðu lagi. Svo Abraham skemmir vitnisburðin til Egyptana og tækifæri hans í Egyptalandi til þess að vera ljós skein ekkert sérstaklega skert. En eins og við sjáum í sögun hans, þetta allt í lagi. Guð allt í lagi. Guð að vinna í honum. Þáttur hann hafi kallað hann til landsins og hann sé maður sem að fór af trú eins og við heyrðum síðast, þá ennþá mörg skref sem hann á eftir að fara og læra og hann ekkert fullkominn ennþá. Og þetta bara eitt tækifæri til þess að læra og þroskast. Það segir í ritningunni að Guð prófi fólk sitt í eldstöð þjáningarinnar og að Guð aðskili hið sanna gull frá soranum. Hið kristna eðli kemur fram sem gull og sorin fer í burtu. Og Guð að fylgjast með reynslans og setur Abraham í aðstæður sem að reyna á siðferðistrekans, sem að leiði ljós galla og veikleika sem hann gerir sér ekki grein fyrir. Hver eru gallar hans? Jú, hann kannski vantreysti guðlegri forsjá og skortur á trú og hugrekki sem hann hafði með þessi áður sýnt, þessi hvíta lygin konuna. Og þó að gallar hans kom í ljós og hann gerir mistök sem á afleiðingar, þá Guð að vinna í honum, eins og við sjáum í sögun hans alveg fram á grafarbakka. En hann alltaf heldur áfram í trú. Guð leiðir einmitt líka í ljós okkar galla þegar við lendum í eldstóni, til þess að við megum helgast og vaxa, gefur okkur tækifæri til þess að vinna í þeim, að við lærum að treysta Guði, að sjá eigin veikleika, að við gefumst honum betur, að við getum endurspeglað Guð og lindispegl einhvern hans betur í líf okkar. Ekki bara það að við séum yfirgefin eins og við heyrðum í upphafi. Allavega, á lokum koma þau til Kanaanland og ytra hlýtur þetta að líta vel út. Ég meina, þau lifðu af hungursneyðina í nokkur ár eða hvað sem það var, koma hlaðin dýrmætum varning og dýrum, en innra trúið ekki annað en að þetta hafi verið skömm yfir sínum vitnisburði hjá Abraham, yfir málamiðlun trúarinnar. Það hafi ekki verið blessun Faraó heldur hafi völdið honum bölvun. En við sjáum í lífi Abrahams hér í þessari sögu skuggaði sem að koma skal. Ísraelítar í Egyptalandi eftir hungursneyð, öðlast mikið af alls konar dóti, hafurtaskju verða ríkir, en fara í hast úr landinu eftir riðleiti við Faraó. Þetta svona eins og skuggaði sem að koma skal í annarri Mósebók. En þessi saga endurtekur sig nær því alveg eins mörgum árum síðan í 20. kafla og endurtekur sig síðan aftur í lífi sonar hans, Abrahams, Ísak. Af hverju? Af því ég að býst við því að börnin læra það sem að fyrir þeim haft og það sem að þau heyra, það sem þau sjá og söguna sem að eru til staðar. Ef Abraham lýgur þetta, akkur ætti ekki Ísak að gera það sama? Það ekki þannig sem að syndifeðrin að koma börnina, því að þau fá þetta svona eins og beint bara í föðurarf. Næsta hvíldardag munum við halda áfram með Abraham og Lot í 13. og 14. kafla. Þá munum við sjá Abraham, þar sem hann stígur upp áfram, hann ekki að baki dóttin þrátt fyrir þetta og stígur enn fram í mikilli trú. En við skulum lúta höfði í bæn saman.
Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir orðin sem við höfum í reikningunni, fordæmi sem við höfum, bæði til eftirfylgni, og víti til varnaðar. En fyrst og fremst þökkum við fyrir loforðið sem við höfum hér í sögunum Abraham, að hann þrátt fyrir alla hans veikleika, hann fekk það loforð af honum mundi allur heimurinn blessun hljóta í Kristi. Við þökkum við fyrir Krist sem að kennir okkur og endurspeglar virkilega hver Guð er. Það sem að við getum bara endurspeglað og séð svona að hluta til, meira segja í miklu mönnum eins og Abraham, sjáum við algjörlega í Kristi. Kærleika Guðs til hins synduga manns. Og náð þína sem er nægileg og ný á hverjum degi fyrir allar okkar misgjörðir. Ég bið þig að blessa okkur hér, elsku Faðir, að þú fyrirgefur okkur og að þú haldir áfram að leiða okkur, og fyrir þá sem að fara af vega og hugsa kannski þetta, ég er bara algjörlega illa staddur, að við megum læra, já, og við getum notað flesta hluti til þess að hjálpa okkur að helgast og þroskast. Og Faðir, ég bið þess í Jesú nafni. Amen.